Hingað komið Þorvaldur Gylfason. Nú ætla ég bara að nefna það fyrst, Þorvaldur, að við töluðum oft saman og þú hefur verið í viðtölum hjá mér alveg síðan ég var á Skjá einum og síðan á Stöð 2 og svo hér. Og margt sagðirðu, þú mátt alveg eiga það skuldlaust, að margt sagðirðu það að íslenska kerfið væri orðið mjög skrítið og það hrikti í því, sérstaklega varðandi gjaldeyrisforða og erlendar skuldir. Nú hins vegar erum við komin á þann punkt að það starfaði rannsóknarnefnd Alþingis í 18 mánuði, bjó til skýrslu sem í 9 bindum og ítarleg og spurningin og þetta mjög mikilvæg spurning, stóðst þessi nefnd sem að samdi þessa skýrslu prófið? Já, rannsóknarnefnd Alþingis stóðst prófið með miklum brag að minni hyggju. Og það léttir fyrir þau okkar sem óttuðust hvítþvottar skýrslu. En það var það gamla hrunstjórnin sem skipaði nefndina. Á hinn bóginn ekki mikið nýtt í skýrslunni. Margt af því sem að þar stendur, þar á meðal höfuðniðurstöðurnar, hafa í rauninni legið fyrir í skrifum blaðamanna, háskólamanna og annarra. Nema nú komin opinber stimpil rannsóknarnefndarinnar á það sem að margir hafa sagt. Ég nefni til dæmis Guðmund Ólafsson, lektor, kollega minn, sem hefur talað um þetta í útvarpið árabil við Sigurð Tómasson. Nú bara lýsing þeirra á einkavæðingu bankana til dæmis. Nú hún orðin opinber lýsing rannsóknarnefndar Alþingis. Og ég lít svo á að það sé mjög brýnt að líta á þessa skýrslu Alþingis, rannsóknarnefndarinnar, sem fyrsta skrefið á langri leið. Við þurfum að gera rannsóknarnefndina varanlega, það að segja breyta henni með einhverjum hætti í stofnun og koma henni þannig fyrir í lögum og reglum að það sé ekki hægt að leggja hana niður eins og þjóðhagsstofnun ef mennum líkar ekki það sem hún segir. Og leiðin til þess að gera þetta að fá útlendinga með einhverjum hætti inn í þetta, þannig að þeir hafi umsjón eða eftirlit sem veiti nefndinni skjól til þess að ljúka verki sínu. Því að það ennþá ýmislegt ósagt aðdraganda bankahrunsins. Það vantar náttúrulega líka sparisjóðuna inn í þetta. Það vantar sparisjóðuna, en það vantar líka alla forsöguna. Ég meina, ef þetta var bankarán sem var framið bjartandag, þá þetta alls ekki fyrsta ránið. Taktu kvótakerfið. Mér langar til þess að fá að lesa fyrir þig örfáorð sem Bjarni Benediktsson, síðar forsætisráðherra, skrifaði bróður sínum í bréfi árið 1934, bara svo þú sjáir sögulega samhengi og þeir sem á okkur hlusta. Hætt við að enn séu ekki öll kurl komin til grafar þá fjármála óreiðu og hreina glæpastarfsemi sem nú tíðkast í landinu. Þó það sem þegar vitað ærið nóg. Bersýnilegt að þjóðlífið sjúkt, kemur það ekki einungis fram í svikunum sjálfum, heldur einnig í því að raunverulega indignasjón hvergi að finna hjá ráðandi mönnum. Persónuleg vild eða óvild og stjórnmálahagsmunir ráða öllu á báða bóga hver afstaða tekin. Slíkt fær ekki staðist til lengdar, dagar linkindarinnar og svika samábyrgðarinnar hljóta að fara að styttast. Já. Þetta helsti leiðtogi sjálfstæðismanna á öldinni, annar þeirra, á 1934. Hann sá það fyrir sér að það var mikið verk óunnið og svo enn. Við höfum eftir að gera upp hermangið og lögbrotin undir verndarvæng Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins á þeim tíma og lögreglumennirnir sem rannsökuðu það mál, þeir eru enn á lífi, þeir eru enn til frásagnar, lögreglubækunar eru enn þá til. Já. Við höfum eftir að gera upp hvað stjórnmálaflokkarnir fengu greitt hjá útgerðinni fyrir innleiðingu kvótakerfisins. Við höfum eftir ýmis önnur mál sem urðu til þess, af því að þeim var alltaf sópað undir teppið, að skilyrði sköpuðust til þess að bankakerfið lenti í höndum manna sem keyrðu það í þrot á 6 árum eða minna. En finnst þér, segir skýrslan þér að hér hafi verið framdir glæpir? Nú má segja að orðalagið í skýrslunni sé varfærnislegt
og það er talað að sum mál fari til sérstaks saksóknara en eru glæpir þarna ferðinni? Skýrslan segir berum orðum að bankarnir hafi brotið lög og hún segir berum orðum að fyrrum ráðherrar og embættismenn hafi sýnt vanrækslu. Þannig að þar þegar liggja fyrir skýr tilefni til dómsmála. En sjáðu, afbrot geta verið af tvennum toga. Þau geta annars vegar verið lögbrot og þá þarf rammi lagana að ná utan þau. En þau geta einnig verið þannig vaxin að þau varði ekki við lög en verið afbrot eigi að síður. Og þá stendur það upp á fórnarlömbin, þar að segja samfélagið allt, að bregðast við. Og þess vegna langar mig að leggja það til, hér og nú, að íslensk stjórnvöld, ríkisstjórnin eða Alþingi, leiti laga tæknilegrar aðstoðar hjá pólskum stjórnvöldum við að leysa eitt tiltekinn vanda. Forsagan þessi, fyrir nokkrum mánuðum, leiddi pólska þingið í lög ákvæði að svipta brotlega stjórnmálamenn og embættismenn sjálfteknum eftirlaunum og skyldum hlunindum eða skerða þau stórlega. Og lögin voru þannig samin að þau náðu til Jaruzelskis marskalks sem var síðasti hæstráðandi í Pólandi fyrir hrun kommúnismans og 40.000 annarra manna sem höfðu starfað fyrir pólsku leyniþjónustuna. Og þarna búa Pólverjar, lýðræðisþjóð, fullgildur aðili að Evrópusambandinu yfir nýlegri reynslu og þekkingu á því hvernig hægt að búa slíkum viðurlögum viðeigandi ramma í landslögum. Ég legg það til að þeir sem sömdu pólsku lögin verði kvaddir hingað heim, líkt og Eva Jolie var kvadd hingað heim loksins og beðnir að halda í höndina á þeim sem færi slíkt frumvarp í letur. Og ég vona bara að einhver þingmaður sem hlustar á okkur núna flytji þetta tillögu á þinginu sem allra fyrst. Þú ert að tala að taka eftirlaun af fólki, hlunindi eftirlaun af fólki sem hefur brotið eitthvað af sér. Hvers vegna skyldi fólk sem hefur lagt líf mikils fjölda Íslendinga og útlendinga í rúst halda sjálfteknum hlunindum, eftirlaunum sem eru margföld eftirlaun okkar hinna? Því það voru tvö atriði sem skiptu sköpum í pólsku löggjöfinni. Annað var brotin sem þetta fólk hafði framið og hitt var sjálftakan í hlunindunum sem það hafði skammtað sér innan kerfisins. Þannig að hliðstæðan skýr og þess vegna geri ég það góðfúslega tillögu minni að það verði flutt þetta tillaga í þinginu sem allra fyrst. Og svo skulum við skoða viðbrögð almennings ef að þingi fellir tillöguna. Sko, hvernig finnst þér viðbrögð kerfisins við skýrslunni vera, viðbrögð stjórnmálakerfisins? Já, þau lýsa lömun. Sko, einn aðal vandinn undangengin misseri hefur verið sá að ríkisstjórnin hún hefur ekki tekið sér stöðu við hlið fólksins gegn þeim sem brutu af sér og skýringin auðvitað sú að stjórnmálastéttir öll undirlögð af þeim vanda sem lagði Ísland í rúst. Auðvitað bera gömlu helmingaskiptaflokkarnir mesta ábyrgð og vinstri hreyfingi grænt framboð ber minnsta ábyrgð og Samfylkingin líka einhvers staðar á milli. En samsekt og ábyrgð þessar afla þannig að það var þess vegna sem ég lagði það til á borgarafundunum fyrir hálfu öðru ári að stjórnmálastéttin í heild sinni vikið til hliðar fyrir nýju fólki. Og stjórnmálaflokkar hafa lognast út af að minna tilefni heldur en hefur gefist hér. En nú voru menn að tala þess að það sé bara eftir skýrslabrið þá bara upplausn í stjórnmálakerfinu, upplausn í því og fólk bara með mikla andstyggð á stjórnmálaflokkunum. Ef að Jón Gnarr stefnir í að vera stærsti flokkurinn í Reykjavík þá myndi Spaugstofan baka hinna í alþingiskosningum. En sko það var að koma Gallup-könnun bara núna helgina sem sýnir að langflestir landsmenn vilja að ráðherrar, embættismenn og stjórnendur föllubbankana verði saksóttir í ljósi þess sem kemur fram í ríkisstjórn. Og það eru 90%, þetta er ekki spurning. Nei, ég hef alltaf sagt, hjartað í íslensku þjóðinni slær réttum megin. Íslendingar eru skynsamt og réttsýnt fólk og þeir láta ekki
bjóða sér það sem hér hefur gerst þrátt fyrir ofboðslegan málflutning sumra flokkshundanna sem að láta mest að sér kveða á vefnum og í Morgunblaðinu. En svo nefnilega merkilegt að það eru miklu færri, það bara 1800 sem telja að það eitthvað muni gerast. Þannig að fólk hefur enn enga trú á réttlæti. Nei, en gleymum því ekki að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, hún sendir mjög skýr skilaboð út í samfélagið og inn í dómskerfið. Margir héldu að rannsóknarnefnd Alþingis myndi skila auðu af því að þannig var til hennar stofnað. Hún gerði það ekki og það sendir dómurum sem eiga eftir að fjalla þessi mál hér heima mjög skýr skilaboð. En ef svo illa færi að dómsvaldið sýknaði alla þá sem líkur benda til í ljósi skýrslunar að ættu að teljast sekir, nú ef svo illa færi að forseti Íslands myndi sýkna þá, að þá situr þjóðin uppi með opið sár sem erfitt verður að græða. En þá getur hjálpin borist að utan því að það eru þegar í gangi rannsóknir bæði hjá Serious Fraud Office í London, Deutsche Bank í Þýskalandi hefur einnig beðið rannsókn á tilteknum þáttum og þetta bara byrjunin af því sem í vændum þar úti. Ég meina útlendingar báru mikinn skaða af viðskiptum við íslenska banka. Ég meina tapið sem erlendir lánadrottnar og sparifjáreigendur þurftu að taka á sig nam 5-faldri landsframleiðslu Íslands. Þjóð hefur aldrei valdið öðrum þjóðum jafn miklum skaða miðað við eigin stærð. Útlendingar láta ekki bjóða sér það. Og þeir bíða kannski átekta eftir því hvort Íslendingar séu færir að taka á þessu sjálfir og bíða jafnvel ekki eftir því þegar þeir eru komnir af stað með eigin rannsóknir. En ef allt fer á versta veg hér heima, ef samtryggingin, ef að dagar hennar eru ekki liðnir, svo ég noti orðalega Bjarna Benediktssonar, að þá verða viðbrögð útlendinga þeim mun harðari og því eiga allir góðir Íslendingar að fagna. En þú talaðir það áður en skýrslan birtist að það væri mikilvægt og hún væri góð ekki bara fyrir okkur hérna heima heldur líka fyrir útlönd, fyrir þá sem að skoða landið og fyrir þá sem að tappa peningum á Íslandi. Já, en skýrslan gengur samt ekki eins langt eins hún hefði átt að gera, ekki nefnt eitt smáatriði. Af hverju birtir þú lista yfir þá þingmenn sem höfðu tekið 100 milljónir í lán eða meira? Af hverju birtir þú ekki lista yfir þá sem höfðu tekið 50 milljónir í lán eða meira? Sem margfalt á við það sem venjulegt fólk til þess að geta skulda. Sá listi væri miklu lengri og rannsóknarnefndin hafði gögnin. Annað mál sem meira, það þetta. Eitt alvarlegasta álitaefnið frá lögfræðilegu sjónarmiði að minni hyggju hvort hér voru framin umboðssvik í skilningi hegningarlaga. Umboðssvik eru það ef að ég legg á þig fjárskuldbindingar að þér forspurðum, að þá var það alltaf 6 ára fangelsi. Jafnvel þótt þú verður ekki fyrir neinu tjóni þegar upp staðið. Og það blasir við að bankarnir virðast hafa framið umboðssvik í þessum skilningi og stjórnvöld sem meðreiðarsveinar þeirra kunna að teljast hafa einnig framið umboðssvik í eigin hagsmunaskyni. Og rannsóknarnefndin hún víkur sér undan því að fjalla þennan þátt, þannig að það býður þá dómstólana. Erum við þá að tala til þessum Icesave eða eitthvað svoleiðis? Það er augljóst dæmi. Og þú leggur þessar byrðar á þjóðina í gegnum eitthvað gáleysi eða jafnvel vitandi vits. Og 249. grein hegningarlaga er mjög afdráttarlaus þetta, enda hún tekið beint upp úr dönskum lögum. En hvert förum við hér? Hvað kemur? Já, það er nú ekki gott að svara því. Nú eru liðnir 15 dagar eða svo frá birtingu skýrslunar að þjóðin á eftir að ljúka lestrinum, en maður sér það á viðbrögðum þjóðarinnar í skoðanakönnunum fylgi flokkana að afleiðingar fyrir flokkana eru vísna alvarlegar. Það eru borgarstjórnarkosningar, sveitarstjórnarkosningar í vor og það er lengra í alþingiskosningar ef ríkisstjórnin heldur sem við vitum ekki. Mér gersamlega ómögulegt að spá fyrir framhaldið, en það ríður mjög á því að það sé ekkert til spara til þess að framhald rannsóknarinnar geti orðið sem best og að saksóknaraembættin fái þá fjármuni sem þau þurfa til þess að
vinna málið vel. Ég vona það að árangurinn af samtalið þínu við prófessor William Black á eftir verði það að hann verði komin í vinnu hjá ríkisstjórninni strax eftir helgi. Það hefur gerst áður. Hann heimsmeistari í þessari grein og það ríður mjög á því að hann fáist til þess að hjálpa okkur. Ég held að hann sé tilbúin til þess og það hefði auðvitað átt að gerast eftir að þú talaði við hann fyrir ári, en við skulum vona þá að það gerist núna. Hann er að bera vitni meðal annars fyrir bandarískum þingnefndum í stórum stíl eins og kemur fram hérna. Og það var mikil flugeldasýning og mjög skemmtileg. Já, Þorvaldur, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og býð hérna William Black velkominn í Röttin. Takk þér.